Sæl, ég heiti Soffía Bjarnadóttir og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur úr bókinni minni Áður en ég brjálast, játningar á miðjunni. Þetta skáldsaga sem sviðsetur hið persónulega og góðsagnakennda. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur brot úr 11. kafla sem heitir Metamorphosis. Hér þar sem ég stödd í Kalíma, í endurminningum og eigin breytingarferli þyrlast ísmeyðilegt ryk yfir. Loftið fyllist af appelsínubrúnu gruggi. Ég hef ákveðið að loka augunum. Mér finnst sem það lýsi betur innanfrá. Heimurinn hér á bak við augnlokin viðsjárverður eins og við segjum skuggalega tíma. Okkar eigin tíma. Ég kem auga á vita og spyr vitavörðinn. Ég finn að ég að breytast. Segðu mér, hvert á ég að fara? Ég stend hér hálf í sjó og hálf á landi á appelsínubrúnni strönd fyrir miðju. Veit varla hvar ég né hvert ég á að fara og ég spyr þig. Skáldskapur spurning og það veit vitavörðurinn minn sem blár hestur. Skáldskapur spyrði hvort þig langi og af hverju þig langi, hver þú sért. Af hverju ertu með ör í andlitinu, marinn á herðablaðinu? Hvað að vaxa út úr höfðun á þér? Ertu með lepp fyrir auganu? Hví haltrarðu? Þetta akkillesarhæll? Ertu að andvaka? Af hverju drekkurðu svona mikið brennivín? Þetta kannski erfidrykkja? Af hverju ertu ekki í skóm? Ertu hrædd? Hvern elskarðu? Þetta tár eða slím, sæði? Varstu að vakna? Ertu þurr í munninum eða kannski búið að skera úr þér tunguna? Hvað hrífur þig, hvað hryggir? Festingin að falla? Hver kveikti þetta bál? Farskjóti minn og vitavörður keimlíkur Pegasusi sem fættist úr hálsi Medúsu þegar hún var drepin. Hann hefur stórbrotin fjaðurfaðm en skuggalegri ásýndar en hvítu tvífari hans. Á ögurstundu hitti ég hest úr undirheimum sem kunni bæði að fljúga, flytja eldingar heiminn og segja sögur, sagðist heita Peggi. Hann tekur mig á bak og við fljúgum saman. Hann mikið fyrir viskí og reykir eins og strompur, fylgdar hestur minn úr ógöngum, stórbrotin vinur. Þegar ég þarf á honum að halda, að hann lyfti mér upp, þá loka ég augunum og þá kemur Peggi til mín og segir mér marglaga góðsögur sem bera mikilvægi skáldskapar ótrúlegt vitni. Hann sagði mér frá skáldinu Óvíð sem skrifaði stórvirkið Metamorphosis 8 árum eftir Krist. Góðsögulegt epískt kvæði ort undir 6-liðahætti í 15 bókum frá Rómaveldi sem vísar í síbreytilegan heim og náttúru þar sem líkaminn megin efniviður skáldlistarinnar. Verkið segir frá sköpun heims og þessi heimur hættulegur. Ástarþorsti og ólgandi hvatalíf fyrirferðarmikil í góðsögunum. Ummyndanir rammað inn í eilífan söng, skáldskapinn sem muni lifa. Það ástin sem umbreytir og ekki síst ástríðan sem fýrar upp í breytingaferlinu. Höfundurinn, rómverska skáldið Óvíð, var upptekinn af ódauðleikanum, ekki síst sínum eigin ódauðleika, að hann muni lifa í verkum sínum og aldrei verða gleymskunni að bráð og skáldskapurinn spyr ágengra spurninga, ef lagt við hlustir. Þú í nautsmerkinu, nautin hafa sterka rödd, segir Peggi, hnussar hátíðlega og stígur fast til jarðar með hægri framhóf. Feykir síðan hálsklút yfir öxl. Hann tekur upp sígarettu, kveikir í og heilsar hátíðlega, hneigir höfuð leið auðmjúklega að bringu. Það eins og hann sé að sviðsetja sjálfan sig og þar með mig og samræður okkar. Ég tek eftir að hann ekki játnaður og fer að hugsa skeifur, hófhirðu og hvernig hann hafi komist í stjörnukortið sem Mark lét útbúa forðum. Hann blæs reiknum frá sér og les hugsanir mínar. Bætir síðan við eftir langa þögn. Það óumræðilega mikilvægt að varðveita rödd sína og að leyfa henni að hljóma. Takk fyrir mig.